fjórði liður tekur við. Það eru fundarboð, umsóknir, styrki og boðum þjónustu. Það er fyrst 4.1. Aðalfundur Veiðifélags Ytri Rangár og Vesturhluta Hólsár sem haldinn verður 12. apríl 2014 og það er tillaga að sveitarstjórn samþykki að Þorkels Torfi Jónsson fari með umboð Rangárþings Ytra á aðalfundinum. Orðið er laust. Aðra tillögur. Það kveður sér engin ljós, þannig að ég ber það upp. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörsamlega gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er að liður 4.2. Leikfélag Rangæðingar frá 7. apríl 2014 beiðni styrk vegna húsaleigu. Og það er þarna tillaga að sveitarstjórn samþykki að styrkja Leikfélag Rangæðinga krónu 350.000 og að fjárhæðinni verði vísað til viðauka við fjárhagsáætlun 2014. Leikfélagið lenti svolítið í hremmingum vegna sýninganna sem voru á síðasta hausti. Kom svo nokkuð óvart hvað húsaleigan varð há í Ellubíu. Það hafði ekki reiknað með að það yrði svo upphæð sem að þau tilgreina í sínu erindi. Þau voru búin að senda okkur erindi þetta sem var vísað til héraðsnefndar. Héraðsnefndin hafnaði því að styrkja leikfélagið og hjá systursveitarfélagi okkar var vísað til þess að leikfélagið hefði aðgengi að húsnæði í þess eigu sem í Njálsbúð og þyrfti þar af leiðandi ekki styrki til húsaleigu annars staðar. En framtak leikfélagsins með uppsetningu og sýningu síðasta ári var mjög skemmtilegt og gott. Lífgaði hér upp á mannlíf, menningarlíf og ég tel sjálfur að það sé ástæða til að hvetja leikfélagið til dáða og að sveitarfélagið leggi þeim lið með húsnæði til sinna starfsemi eins og hægt er, annaðhvort með því að styrkja þau til að greiða húsaleigu eða leggja þeim til húsnæði ef að það væri til staðar. En orðið er laust. Steindór, gjörðu svo. Já, ég tek undir þetta. Þetta er mjög skemmtilegt og gott starf þarna. Það er kannski verið hægt að hafa þetta 400. Þetta er mótið afgangi til þess að sínst að vera að sé 400.000 þarna húsalegan. Þannig að þetta er gott líka. Takk, það er laust. Guðfinna, gjörðu svo. Mér finnst kannski svona, fyrst að við erum í alveg sammála í að styrkja þetta, fyrst við erum svona annað borð að því að þá að koma þá með styrk frá þetta sem beðið er verða þá alveg við umsókninni eða beiðninni. Já, eins og við tækjum eftir í erindunum þá fara þau ekki beinlínis fram á upphæðinu og þau skýra frá því bara að þetta sé upphæðin sem þarf að greiða. En þau leggja það í okkar hendur í raun að ákveða fjárhæðina. En Drífa gjörðu. Já, Oddviti, ég myndi nú bara hvetja leikfélagi til þess að fá lækkun á þessari húsaleigu. Þau tóku við húsnæðinu og urðu að þrífa það upp allt saman. Þannig ég held að það sé nú alveg tækifæri til þess að reyna að fá það en ég er ekki á móti því að hækka upphæðina. Já, fleiri sem vilja. Til máls, það er tillaga að breyta upphæðinni í 400.000. Voruð þið laust það? Anna María, eftir. Já, mér finnst það bara flott upphæð, 400.000. Ég styð það alveg. Tillaga studd. Kannski að benda þeim á næsta semjuleiguna fyrir. Nákvæmlega. Þetta var góð sýning allavega. Þá ber ég það upp
að leikfélagaramgæðingar fái styrk að upphæð krónu 400.000 og að fjárhæðinni verði vísað til viðauka við fjárhagsáætlun 2014. Þeir sem geta samþykkt tækifærisölu og gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Og þá er 4. liður lokið og